Hæ, ég heiti Jói, þessi stutta kynning í búið Simon.is. Mér langaði aðeins að renna yfir nýju þjónustuna frá Google Music og appið sem ætlað þeirri þjónustu. Þetta var allt saman að koma úr beta og eru ýmsar breytingar á appinu og mér langaði líka bara aðeins að renna yfir þessu þjónustu. Þú þarf náttúrulega að vera búinn að uploada tónlistinni þinni inn á Google Music til að geta nýtt þetta. Ég hef gert það, núna með einhverja 9000 lög eða eitthvað, nokkur hundruð plötur inn á þessu. Munurinn á þessari útgáfu og beta-útgáfunni sá að það miklu meiri dýpt í þessu appi. Beta-útgáfan var eiginlega bara play og pása og lítið meira en það. Það sem mér finnst merkilegast hér sound effects, að maður getur valið raun og veru eftir því hvort maður að hlusta gegnum Bluetooth eða bara venjulega headphonea. Og þetta allt rosalega vel gert og virkar allt saman. Það hægt að velja bara preset, þetta helsta rock, R&B og svo líka hægt að fara inn í að eiga eitthvað við þessar stillingar ef maður kann það. Ég reyndi að gera það ekki. Og það hægt að leika sér næst með þetta og fá sem best sound úr þessu. Snilldin við Google Music náttúrulega svo að hafa aðgang að allri tónlistinni sinni, sama hvað safnið stórt, að reyndar 20.000 lögum, það er hérna maxið þeirra. Og í raun og veru geta hlusta á bara alla tónlistina sína hvar og hvenær sem er. Ef maður vill síðan spara 3G-ið eða hafa bara eitthvað inn á símanum, þá það lítið mál. Og þá velur maður bara available offline. Og ég nú þegar að downloada tónlisturinn af Google Music til þess að hafa á símanum mínum. Og þá í raun og veru þarf ég ekki að vera lengur nettengdur til að hlusta á þetta. Til þess að sjá hvað available offline, þá get ég valið offline music only og þá ég sem sagt ekki lengur í raun og veru háður neinni nettengingu til þess að hlusta á tónlistina, sem náttúrulega bara snilld. Annars þetta bara mjög basic tónlistaforrit. Þú getur valið eftir, eða sem sagt leita eftir tónlistamönnum eða plötum eða hvað sem er. Og ég bara mæli eindregið með þessari þjónustu fyrir alla tónlistarunnendur og sérstaklega það sem eru kannski með stórt safn af tónlist. Þannig að mæli með því að þið fiktið í þessu og kíkið á þetta. En fleira var það ekki, ég langaði bara aðeins að sýna ykkur þetta. Takk fyrir.